Eins og ég segi, ég heiti Guðmundur og ég ber ábyrgð á UHÖ eða umhverfis heilsu og öryggismálum hjá Tesla hérna í Norður-Evrópu. Ég alinn upp í öryggismálum hjá Alcoa Fjarðaáli og það eru nokkrir hérna kunningjar mínir þaðan sem eru hérna og við dreifum salinn. Ég byrjaði í UHÖ teiminu þar árið 2010. Síðan tók ég nám með vinnu og útskrifaðist árið 2017 með meistaragráðu í Occupational Health and Safety Management frá háskóla í Englandi. Og svo fyrir 3 árum síðan þá fékk ég tækifæri til þess að ganga til liðs við Tesla og flutti til Noregs en svo núna bara áramótin fluttum við fjölskyldan aftur hérna heim eftir að farsóttin kenndi okkur að vinna heima. Þannig að það hefur verið frábært að geta komið aftur heim til Íslands. Núna daginn þegar Gísli hafði samband við mig og spurði hvort ég hefði áhuga að koma og ræða við ykkur aðeins öryggismál, þá náttúrulega stökk ég á tækifærið. Ég brenn fyrir málaflokkinn og þetta fagið mitt og það sem ég vinn við. En þema líka stafrænar lausnir í öryggismálum starfsmanna hitti alveg sérstaklega í mark fyrir mig af því að núna undanfarið ár cirka, 1,5 ár kannski, ég búinn að vera að taka þátt í starfi hjá okkur í Tesla við það að þróa svona innra atvikaskráningakerfi og öryggisstjórnunarkerfi sem við köllum MyEHS. Ég ætla nú reynda kannski að tala minnst kerfi sjálft af því að ég held að sé bara mikilvægara að tala frekar svona hugmyndafræðina sem liggur á bakvið ástæðuna fyrir því af hverju við erum að gera það sem við erum að gera og hugmyndafræðina sem svona grunnurinn að því hvernig við byggjum kerfið upp. Ég vona líka að þið fyrirgefið mér þó að einhverjar af glærunum séu svona blanda af íslensku og ensku en ég vona að málefnið skili sér. Látum okkur sjá. Þannig. Byrjum á byrjuninni. Tesla var stofnað sem fyrirtæki árið 2003 með ákveðið svona mission statement to accelerate the advent of sustainable energy. Og það tilgangurinn okkar. Það það sem við erum hér til að gera. Sýn okkar í öryggismálum rímar svolítið við þetta mission statement og það sem við talum að sem okkar svona sýn í öryggismálum að flýta fyrir sjálfbærri framtíð, verandi örugg, sanngjörn og skemmtileg á hverjum degi. Það það sem við erum hérna til þess að gera í UHÖ-málunum. Við erum gríðarlega stolt sem fyrirtæki og allir okkar starfsmenn erum ofboðslega stolt af því að framleiða sem af öruggustu bílunum sem hægt að fá. En við viljum líka gera það á öruggan hátt og markmið fyrirtækisins verður að vera í sátt og samlyndi við heilsu og öryggi starfsmanna og umhverfisins. Við skilgreinum líka nokkur gildi þegar kemur að UHÖ-málaflokkinum. Við gerum það sem rétt. Við lítum á UHÖ sem sameiginlega ábyrgð og þurfum öll að taka þátt. Og þetta innbyggt í alla þá starfsemi sem við tökum að okkur. Þannig viljum við að allir starfsmenn taki þátt í UHÖ-málunum, vinni á öruggan hátt og leggi sitt á mörkum við að búa til gott vinnuumhverfi. En hvað meinum við með því að þegar við tölum að vera örugg? Ég held að það hvernig maður skilgreinir hugtak eins og öryggi muni stýra svolítið hvernig maður vinnur með hugtakið og hvaða aðgerða maður grípur til þegar maður ætlar að reyna að stjórna málaflokkinum. Þegar ég var í meistaranáminu mínu þá var okkur kennd svona þessi gamla góða alfræði orðabókar skilgreining á öryggi að þegar maður öruggur þá er maður verndaður frá einhverju hættu eða áhættu eða verndaður frá slysum eða meiðslum sem þýðir þá að ef það er engin slys þá hljóta allir að vera öruggir. Og ennþá það svona oftast kannski algengasta skilgreiningin eða útskýringin á því hvað öryggi snýst En ef það þannig sem skilgreinir öryggi, þá líka kannski
loka takmarki hjá manni sem starfsmaður í þessum málaflokki að vinna rosalega mikið í því að reyna að útrýma öllum hættum og þegar maður búinn þá getur maður bara sest í helgan stein því þá bara búið að vinna verkið. Og ég hef heyrt það rosalega oft að fólk svona hefur eitthvað markmið það að reyna að gera sjálfan sig óþarfan. Við ætlum að vinna þangað til að það ekki lengur þörf á mér. Þetta svona oft sem eitthvað sem maður heyrir þegar maður talar við fólk sem vinnur í þessum málaflokki en þetta ekki þannig sem að við horfum á UHÖ-mál hjá Tesla. Hjá okkur þá skilgreinum við öryggismál eða öryggi svona. Safety is the presence of capacity. Og hvað þýðir það nú eiginlega? Jú, ef við erum með helgaða starfsmenn sem eru vel þjálfaðir, góða verklagsreglur til þess að vinna eftir á djúpa þekkingu á kerfunum sem þeir eru að vinna í og þeir hafa frelsi til þess að sigla í gegnum og aðlaga sig að þessum síbreytilega vinnuumhverfi sem þeir eru í og þeir tryggja að þeir séu stöðugt með réttu varnarlögin til staðar til þess að tryggja að ekkert fari úr úrskeiðis eða þá að milda afleiðingarnar af slæmum atburðum. Þá erum við með hraust eða seikt kerfi. Þá erum við með kerfi þar sem litla líkur á því að hlutinni fari úrskeiðis og þegar það gerist litlar líkur á alvarlegum afleiðingum. Það það sem við tölum sem capacity eða einhvers konar getu. Það öryggi fyrir okkur. Þannig að ef maður skilgreinir öryggi á þennan hátt, þá það sem maður reynir að gera sem einhvers konar öryggiskall í fyrirtækinu, ekki endilega að reyna að koma í veg fyrir að hlutinni fari úrskeiðis, heldur að hjálpa til við að láta hlutinni ganga vel. Og ef að maður hugsar þannig öryggismál, það sem ég að gera og það sem ég að færa fyrirtækinu mínu að hjálpa til við að láta hlutinni ganga upp, að þá ég aldrei að fara að vera komin á einhverja endastöðu þar sem að ég hef lokið mínu verki og get bara sest í helgan stein og hætt að vinna. Þetta stanslaus hluti af því hvernig við vinnum. Og það sem meira það betra að hafa eins marga og hægt stöðugt aktífa í því að hjálpa til við að láta hlutina ganga upp. Þessi leið til að hugsa svona öryggismál kemur úr þessum HOP heimi. Það sem HOP stendur fyrir Human and Organizational Performance og þegar við vorum að vinna saman hjá Alcoa þá tölum við rosalega mikið mannlega hegðun og það svona einn angi af þessu. En HOP sem svona vísindaleg nálgun til þess að blanda saman sálfræði og félagsvísindum við einhvers konar kerfishönnun og ferlafræði og hitt og þetta til þess að skilja betur samspil fólks og kerfisins sem það vinnur í með því að markmiði að gera kerfin okkar segari. Og einn af lærimeisturunum mínum frá Alcoa, svo ég haldi nú áfram að tala Alcoa, þá var einn vinur minn og lærimeistari sem heitir Steve Scott sem sagði mér að besta leiðin til þess að auka öryggi væri að gera fólki auðveldara að gera réttu hlutina. Og ef það var ekki nóg þá ætlaði hann að reyna að gera þeim erfiðara að gera röngu hlutina. Af því að ef þið hugsið það þegar þið hefur reynt að innleiða eitthvað nýtt, breyta einhverju sem tengist öryggismálum, hversu oft felur það í sér að starfsmaðurinn sem þarf að vinna verkin þarf að taka einhver auka skref sem hann þurfti ekki að gera áður. Og við erum ekki endilega að gera honum auðveldara fyrir að vinna verkin sín. Þannig að þetta eitthvað sem ágætt að hafa hugfast. Það eru 6 svona grunnreglur í HOP hugmyndafræðinni sem ég ætla aðeins að ræða Fyrsta lagi, mistök eru eðlileg. Þau eru meira svo eðlileg að þau eru bara eiginlega leiðileg. Við gerum öll mistök, okkur verður öllum á og í mínu fyrirtæki þá erum við svo heppin að vera með mjög svona litríkan forstjóra og einu sinni sagði hann það má gera mistök hérna í þessu fyrirtæki
Ef þeir misheppnast ekki í stundum, þá engin nýsköpun í gangi. Við vorum ekki að taka neina sénsa. Þannig að við í rauninni bara reiknum með því að fólk gerir mistök á og til. Það leiðir okkur á meginreglu númer 2, það að ásaka fólk, að kenna þeim eða þegar mistök eiga sér að ætla sér að fara að refsa fólki fyrir að gera mistök í vinnunni, það mun stoppa alla framþróun. Við vitum að allir gera mistök og þannig að næst þegar einhver gerir mistök og við ætlum að gefa viðkomandi áminningu eða rekan eða eitthvað svoleiðis, að þá bara gott að hafa það hugfast að þú munt ekki koma í veg fyrir að næsti maður gerir mistök. Það eina sem mun gerast það að þegar að næsti maður gerir mistök, að þá segir hann ekki frá því. Og ef við heyrum ekki hvað að gerast í fyrirtækinu, ef við heyrum ekki hvað að fara úrskeiðis úti á verksmiðjugólfinu, þá erum við bara búin að tapa tækifærinu til þess að læra og bæta okkur. Regla 3 segir að viðbrögðin skipta máli. Þannig að þegar eitthvað fer úrskeiðis, þá óboðslega mikilvægt að vera meðvituð það hvernig við bregðumst við. Hver munurinn eiginlega í huganum ykkar þegar þið heyri orð eins og nýsköpun eða kannski brot á reglu? Eða hver munurinn á umbótahugmynd eða að stytta þessi leið? Það innbyggð hvöt í okkur öll að reyna að stöðugt á besta ferli, gera hlutina á hagkvæmari hátt og það tilgangurinn með því þegar fólk að fara frjálslega með ferli. Fólk að reyna að gera hlutina á hagkvæmari hátt. Það eru óviljandi og ófyrirséðar útkomur sem að síðan stýra því hvernig við ræðum hlutina eftir á og setjum einhvern merki með á þar. Þannig að það eru okkar viðbrögð sem stjórnenda sem að munu hafa óbáslega mikið það að segja hvort að við getum fengið tækifæri til þess að læra og bæta kerfin okkar. Það eins og regla 4 segir að það samhengi sem að stýrir hegðun. Hegðun ákveðin svona háð breyta. Hegðun ekki eitthvað sem á sér staði í lofttæmi. Það alls konar hlutir í kringum manneskjuna sem stýra því sem hún gerir í vinnunni. Þannig að ef einhver kemur og segir manni að eitthvað farið úrskeiðis, þá verðum við bara að reyna að skilja af hverju, hvernig og hvað það sem hann að kalla fram þessa hegðun. Og ef viðkomandi treystir okkur ekki, þá hann aldrei að fara að segja okkur það sem raunverulega skiptir máli. 5. reglan þessi að varnarlög bjargar lífum. Og varnarlög eru hlutir og aðgerðir að samspil þeirra í einhvers konar kerfi sem eru hönnuð til þess að fyrirbyggja óæskilega atburði eða milda afleiðingar þeirra. Og það rosalega mikilvægt að vera meðvitaður það hvað að vestan sem getur gerst þegar ég að framkvæma verkin sem ég að vinna. Og hugsa þegar það gerist, hvað þarf ég að hafa til staðar til þess að koma í veg fyrir að ég slasist eða láti lífið í vinnuslysi. Og síðan að lokum, í síbreytilegum heimi og sérstaklega í fyrirtæki eins og hjá Tesla, í heimi sem fullur af áskorunum og samkeppnisaðilum sem að reyna að sækja á mann og ná manni og taka fram úr okkur, þá bara lífsnauðsynlegt að vera stöðugt að læra og bæta ferlinn sín. Ef við erum ekki að því, þá erum við stöðnuð og þá erum við strax farin að dragast aftur úr. Ég held að þið hafi örugglega séð þessa mynd einhvern tímann, hefur heyrt þetta sem við kallaði iceberg of ignorance. Það kenning sem segir að starfsbyrjunir á gólfinu þekkja 100% vandamálana í fyrirtækinu, en æðstu stjórnendur þekkja kannski 4% þeirra. Ég hugsa að Sidney Yoshida sem setti þetta fram 89 hafi nokkurn veginn vita hvað hann var að tala þegar hann setti þetta fram, en hvort að hlutfallið alveg svona skarpt kannski misjafnt eftir fyrirtækjum. En punkturinn sá að við hjá Tesla,
við viljum fá að vita hratt og örugglega hvað eiga sér stað í fyrirtækinu. Úti á framleiðslugólfinu, út allt fyrirtæki. Til þess að við fáum fleiri og fleiri tækifæri til þess að læra og bæta okkur. Og við viljum byggja kerfi sem gerir fólki auðveldara að gera rétta hlutinn, sem skrá atvik og taka stjórnina á öryggismálum á sínu vinnusvæði. Og við vildum líka láta þetta kerfi hjálpa okkur að skilja hvort að varnarlögin í fyrirtækinu séu að virka eða ekki, eða hvort þau séu bara yfir höfuð til staðar. Þannig að með þessa UHU sýn og gildi í huga, með grunnreglur HOP sem svona vegvísi, fórum við út í þessa vegferð að smíða okkar innra kerfi sem við köllum MyEHS. Þetta stafrænt tól til þess að skrá atvik og umbótahugmyndir og það virkar alveg óbóðslega valdeflandi og helgandi fyrir starfsmenn að þeir upplifi það að öryggismál sé raunverulega sameiginleg ábyrgð og eitthvað sem að þeir geta haft áhrif á. Þessi tilvitnun þarna niðri er í Todd Conklin og Sidney Dekker sem eru svona hugsuðir í þessum HOP-fræðum. Og þeir gáfu út bók nýlega þar sem að stendur á ensku að vísu að þegar við hættum að koma fram við starfsmenn eins og þeir séu vandamál sem þarf að leysa og byrjum í staðinn að koma fram við þá eins og þeir séu hluti af lausninni, að þá gjörbreytir það því hvernig þeir akta í fyrirtækinu og hvernig þeir taka þátt í öryggismálunum. Og þetta erum við að sjá. Þannig að ég ætla að sýna ykkur snögglega. Þetta er afurð þessara vinnu. MyEHS er sem sagt kerfi sem við byggðum upp til þess að halda utan á innri skráningar, atvikaskráningar, að gera úttektir og fylgja eftir aðgerðum. Ef einhver okkar starfsmanna fer inn á ehs.tesla.com þá blasir þessi síða við. Og það fyrsta sem maður sér er Take Charge. Ég bjó hérna til svona eitthvað hypothetical tilfelli en Take Charge er ætlað til þess að hjálpa okkur að skrá alla hluti sem að fólk að framkvæma þarna úti. Alla litlu eða stóru hlutina sem fólk að framkvæma allan daginn, alla daga til þess að bregðast við aðstæðum í fyrirtækinu. Í hvert skipti sem einhver sér eitthvað sem mætti bæta, þá viljum við að fólk skrái það með Take Charge. Það bara opnar appið í símanum, appið veit hver maður er og hvar maður er að vinna og forútfyllir ákveðna reiti byggt á þeim upplýsingum sem eru til því í kerfinu. Þannig að eina sem maður þarf að gera er að skrifa nokkur orð til að lýsa málinu, taka eina mynd ef maður vill og senda svo bara miðan inn í kerfið. Og ef að málið er leyst, þá bara haka maður við Was the opportunity addressed successfully? Já, og þá er það bara búið. Ef ekki, þá hefur maður hakað við nei og þá fær maður aðgerð sem maður þarf að skrá á einhvern. Og ef vandamál er stærra en svo að starfsmaðurinn geti leyst það sjálfur einsamall eða í vinnu með vinnufélagann sínum, þá fer skráningin til viðkomandi yfirmanns til að fylgja eftir, tryggja þessi skráða aðgerð og málunum sé fylgt til lykta. Og minni að sé á 2 vikna fresti. Ef það er enginn sem bregst við, þá eskalatast aðgerðin strax á næsta manager og svo framvegis alveg upp á topp. Þangað til að einhver er búinn að leysa það. Og það er skemmtilegur fítus sem leiðir til þess að fólk hlustar og tekur eftir þegar að fara aðgerðir. En atvikskráningin sjálf, þá erum við að tala atvik sem hafa verið orðið einhvers konar atburð. Atvikskráningin er líka orðin mun auðveldari og einfaldari heldur en hún var áður. Ef maður smellir á Report an Event á MyEHS appinu, þá fer maður á þessa síðu, maður getur valið, ég valdi þarna Injury Illness, sem til þess að reporta tilfelli sem hefur leitað sér meiðsli. Og ef maður smellir á það og fer á þessa síðu, þá eru bara 2 hlutar og þetta er mjög einfalt.
Mikið af upplýsingunum forútfylltar, sjálfvirkt, þannig að til þess að gera það auðveldara og fljótlegra að skrá tilfelli. Og einnig tókum við bara út allt sem var ekki nauðsynlegt. Við vorum með kerfi sem við vorum að kaupa frá aðila sem rosa stór í þessum iðnaði erlendis. En þar voru alls konar fítusar sem við þurftum ekki að nota. Þannig að við bara eyddum öllu sem var ekki krítískt fyrir okkur og höfum bara glugga sem við viljum nota. Það engin gluggar neins staðar sem hafa engan tilgang. Rosalega mikið líka í svona drop-down listum, bæði til þess að flýta fyrir, en líka til þess að tryggja að svörin séu stöðluð að vissu leyti, sem hjálpar okkur þá að vinna á auðveldanir hátt með gögnin í framtíðinni, ef við viljum skoða einhvers konar trend og svoleiðis. Seinni hlutin af atvikaskráningunni sjálfur lítur svona út, þar sem maður bara velur hvaða hluti líkamanns var slasaður, maður skrifar litla atvikalýsingu, hleður upp myndi við á og svo bara sendir maður miðan inn. Að fara frá gamla kerfinu sem við vorum að nota yfir í þetta heimasmíðaða kerfi stytti tímann sem fór í atvikaskráningu frá svona meðal einstaklingi úr kannski hálftíma niður í innan við 5 mínútur. Og í fyrirtæki sem með yfir 100.000 starfsmenn þá munar minna þegar við erum að skrá gríðarlega mikið magn af tilfellum á hverju ári. En hvað gerum við síðan við upplýsingarnar? Af því að það að skrá atvik ágætt, það eru upplýsingar og þær eru af hinu góða. En í raunverulega virði og gildi í upplýsingunum kemur frá því hvað við gerum við þær, hvernig við lærum og hvaða aðgerðir við grípum til í kjölfarið. Það eru til alls konar aðferðir við að rannsaka atvik, en hjá Tesla reynum við að gera þetta bara frekar einfalt. Í svona basic, svona einföldum atvikum sem eru nokkuð borðleggjandi, þá gerum við bara eitt. Við tölum það sem kallað hjá okkur safeguard analysis. Það sem við gerum það að við fókusum bara á varnarlögin. Okkur nokkuð sama það hver gerði hvað og hvort hann hefði átt að gera eitthvað annað en hann gerði eða eitthvað svoleiðis. Við spyrjum bara hvaða varnarlög voru til staðar og virkuðu, hvaða varnarlög voru til staðar og virkuðu ekki og hvaða varnarlög voru ekki til staðar en hefðu kannski getað hjálpað. Í flóknaratvikum þá förum við bætum við aðeins við og gerum við aðeins meira til þess að reyna átta okkur almennilega á sögunni og setjumst við niður og gerum það sem við köllum operational learning. Setjumst niður sem hópur, tölum saman hvað gerðist og reynum að kafa aðeins ofan í fólkið, ferlið, vinnuumhverfið, tækin og búnaðinn, skipulagsheildina og reynum að sjá hvort þar sé einhver göt sem þarf að stoppa í. Og svo í svona mjög alvarlegum tilfellum þá förum við yfir í það sem við köllum svona learning team eða learning event. Þar sem við getum tekið okkur 2 daga í að komast til botns í málinu og búa til góðar aðgerðir. Eins og Sidney Dekker segir hérna í þessari tilvitnun, það sem þetta snýst að læra og til þess að læra þá verðum við að skilja hvernig ákvarðanirnar virtust rökréttar fyrir fólkinu sem lenti í atvikinu með þær takmörkuðu upplýsingar sem þau höfðu á þeim tíma. Þetta snýst að segja þeirra sögu. En svona lítur þá rannsóknar síðan í My EHS út að þar sem við getum gert annarkvort safeguard analysis á mjög fljótlegan hátt eða operational learning og skráð aðgerðir. En svona rétt í blálogin þá langar mig bara að skilja ykkur með þetta hér. Þegar við ætlum að reyna að byggja upp einhvers konar öryggismenningu þá gríðarlega mikilvægt að vera bara hreinskilinn. Að taka þátt í samtali UHU-mál við fólkið ykkar á hreinskilinn hátt, sýna raunverulega forvitni með því að spyrja spurninga og hlusta raunverulega á svörin án þess að dæma til þess að læra. Leita að fjölbreyttum sjónarhornum og mismunandi skoðunum, ekki tala bara alltaf við sama gæinn sem vill tala við þig, heldur spyrja alla og ekki búast við því að upplýsingarnar koma til þín að fyrra bragði. Það enginn sem fullkominn, við gerum öll mistök, þannig að við þurfum að vera óhrædd að tala það, líka það sem við vitum ekki
og vera tilbúin að hafa mögulega rangt fyrir okkur og vera tilbúin að læra. Það að vera hugrakkur og segja sannleikann og hlusta til að læra mun virka hvetjandi á starfsmenn til þess að tala upphátt sín vandamál og hvetja þá líka til þess að taka eignarhald á þeim hluta málaflokksins sem þeir geta stjórnað sjálfir. Af því að við berum öll ábyrgð á öryggismálum. Takk fyrir. Velkomin. Ég byrði aðeins að fara áfram, því ég þarf að tala við púltið. Mér langar bara að hrósa ykkur fyrir hvernig þið að byggja upp vinnuverndarstarfið hjá ykkur. Það algjörlega til fyrirmyndar og það sem ég finnst svo gott að heyra að þið séu að virkja alla starfsmennina og allir axla ábyrgð og taka þátt, því að það að mínu mati algjörlega lykilþáttur í árangur náist í vinnuverndarstarfi. Því að þá eru allir með í för, sem svo frábært. Já. En mér langar svona aðeins að því að þegar þú ert að fá fólk með þér, þá náttúrulega skiptir svo miklu máli að það sé samfélagslegt öryggi á vinnustæðnum, þannig að fólk þori. Getur kannski eitthvað sagt okkur mjög stuttu máli, því að tíminn renna frá okkur. Þú veist, hvernig einhver tókst til að fá fólki til að taka þátt og eða svona áskorunir sem þú vilt deila með okkur? Já, það náttúrulega, þetta getur verið mjög vandmeðfarið og erfitt að stundum að fá fólk til þess að treysta og taka þátt þannig. En til þess að byggja upp traust og fá fólk til þess að taka þátt, að þá þarf maður bara að sýna að maður gerir það sem maður segir. Og það eitthvað sem við höfum lagt gríðarlega mikla áherslu á, að sérstaklega þegar kemur að þessum öryggismálum, að þegar eru aðgerðir og fólk að kalla eftir einhverju, að segja hvað við ætlum að gera og standa svo við það. Það alveg bara númer 1, 2 og 3. Algjörlega. Bara kærar þakkir. Takk sömuleiðis.